Ja, ég þarf að spýta í, mér skilst að það sé ekki mikil tími eftir. En við sem heilbrigðisstarfsfólk, við erum mótuð að þessi viðhorfi til kynlífs í samfélaginu eins og hver annar, þó við séum menntuð í heilbrigðisfræðum. Og það má segja að viðhorf fólks almennt í kynlífs og kynlífsvanda mótist af tvenns konar nálgun eða viðhorfum. Líffræðilegri nálgun, þessari eðlishyggju, eða svona félagsmótunar pælingum. Ef maður trúir því að ef maður svona meira aðhyllist þessa líffræðilegu nálgun, þá trúum maður því að hormónar og litningar eða erfðir ráði mest það hvernig við högum okkur í kynlífi. Og þá hugsum við kynlífsvanda sem svona truflun á kynsvörun, bara eins og meltingatruflanir og við skulum bara leysa það svona, sísona. Og lausnin felst þá í að skrúa okkur með lykli upp eins og bílvirkja gera við sína bíla. En ef við erum svona meira inn á hinvanginn, þá trúum við því líka, eða já, teljum allavega að ýmsir aðrir þættir, félagslegir og persónulegir áhrifaþættir móti líka okkar kynhegðun og þess vegna eru orsakaþættir kynlífsvanda margþættir og lausnir samkvæmt því. Sjálf er ég svona aðhyllist þetta bæði, en eftir því hvað á við. Eins og með unga drengina sem ég var að nefna áðan, þá myndi maður segja að orsakaþættirnir eru frekar sko krafan sem er á karlmenn í dag að performera óháð hvað, óháð öllu. Það er vandinn, ekki einhverjar hormónatruflanir, skiljiði. Og maður fær svona fólk í ráðgjöf líka, eins og kall sem það kemur fyrir, ég fái kall í ráðgjöf sem að taka rislif án þess að konurnar sínu vita af því. Og þá eru þeir ofurseldir þessari hugmynd að það sé náttúrulega best að vera með stinnanleim, óháð hvað, og að makinn hljóti líka að vera sömu skoðunar. En það þarf ekki endilega að vera að makinn sé sama sinnis. Hann gæti verið það, en það þarf ekki að vera. Ef að konur eru spurðar, og það hafa verið gerðar athuganir í þessu, þá eru sem að konur sem að finnst það bara allt í lagi að samfarirnar séu ekki eins tíðar og aðlagast þessu risbreytingu bara með öðrum hætti. Og maður finnur þetta þegar fólk kemur í ráðgjöfun og segir ég vildi að vera til pilla en ég veit að það er ekki hægt. Þess vegna er ég hér. Ég segi já, ok, velkomin. Það vill fá töflu við áhugaleysi og er að bíða eftir því og spyr hvort hann sé ekki komin. Ég segi nei, hún er ekki komin. En ef að maður það eru vissir kostir og ókostir sem fylgja sko ef maður er svona rígbundin ákveðinni nálgun. Ef maður er rígbundin líffræðilegu nálgunni, þá trúum maður ekki því að lausnir eru margvíslegar, heldur meira að það séu svona mekanískar og snúist fyrst og fremst funksjón. Ef maður gefur þessu séns áhrifum félagsmótunar, þá getur maður hjálpa fólki að finna leiðir og finna fleiri valkosti. Til dæmis samtalsmeðferð, eins og svo sem ég beti, hún getur meira að segja breytt líkamsstarfseminni, merkilegt nokk. Í kynlífsráðgjöf er til dæmis hægt að virkja svokallaða rest og digest taugakerfið til að draga úr svona fight and flight viðbrögðum. Og það er það sem maður hjálpa fólki til dæmis með.